Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst að horfa á góða mynd, kaupa Pop Smell og Doritos. Ætlar að koma með einhverja sleggju það? Já, erum við byrjað núna? Já, við erum byrjað núna. Ok, það var einhver fucking fáiði sem kommentaði á síðasta þátt hjá okkur. Ég held að þú hafir eitt kommentunars. Það var eina svona hate kommenti sem ég sé í þáttum frá þér. Hvað sagði hann aftur? En ég eyði aldrei kommentum. Það var hann eitt í sjálfur. Það var hrættur sko. Það var eitthvað, hvað sagði hann aftur? Byrju, ég sá þetta ekki. Sagði eitthvað, já, Haukur bara koma aftur maður. Ég man ekki alveg hvað hann sagði. Já, ég man eftir þessu. Ég hafði að segja, já, Haukur eitthvað. Hann var að gefa það í skinn að þú vissi ekkert bíómyndir. Já. En er það rétt? Djöfull hefur hann rétt fyrir sér maður. Hefur hann ekki pínu rétt? Veit ekki allir eitthvað bíómyndir, skilur við. Þú veist, eins og þú sagðir síðast þetta, þá ég ekki komað hingað út af því að ég veit eitthvað bíómyndir, skilur við. Á hverju það koma eitthvað? Í 3. skipti? Ég bara veit það ekki. Ég bara, já þú veist, bara leiðist, sko. En fólk elskar þig? Já. Skrítið. Finnst það skrítið? Já. Mér finnst það líka mjög skrítið. Já, ég þoli mig ekki sjálfur, sko. En mér finnst það alltaf gaman að tala við þig. En ég ætla að vara við núna strax. Já. Ég ekki að spyrja hvort þú trúir á drauga. Nei, ok. En ég man ekkert hvað við erum búin að tala. Nei, og ég ætla líka að vara það við einu. Hvað það? Þessi listi sem ég var að gera, myndina sem á þessum lista, ég man ekkert rosalega mikið eftir þeim. Okay. Það kviknaði einhver svona hatustilfinning hjá mér. Við ætlum að tala draslmyndir. Já, ætlum að tala draslmyndir. En þess myndir sem þér finnst það drasl, en ég er nokkuð sem það að þær séu örugglega fínar. Það kemur ljós. Já, það kemur ljós. Áður en byrjum við því, þá verði ég að segja eitt sem ég horfði á. Ok. Merlin? Nei, ég var reyndar hann eftir. Eitt sem þú varst að tala í síðast þetta. Ok, byrju, ég ætla að fara að giska, sko. Þetta ekki bíómynd. Giskaða nú. Þáttur. Netflix. Katla! Nei. Nú? Nei. Við ætluðum samt að tala hana. Þú talaði... Nei. Þú talaði ekkert Kötl í síðasta síðast þetta. Ég var að tala eitthvað það á Instagram og þú sendir mér hérna hate-mail bara. Nei, ég sendi ekki hate-mail. En þættir sem ég horfði á, ég gat ekki klárað þetta. Ok, byrju. Þetta er ekki skrifað. Þetta er ekki fake, eða, þú veist. Ok, vorum við eitthvað að tala Bachelorette eitthvað. Það var kannski fyrsta þættinum. Ég maður ekki. Fólk eru öskra okkur núna. Minecraft? Nei, það er ekki tölvuleikur. Já. Ok, ég skal bara hjálpa þér. Ok. Ég samt man ekki alveg hvað það heitir nákvæmlega. Þetta er eitthvað svona The Disappearance of eitthvað. Já, býtum við. Konan sem fer á eitthvað hótel. Já, en að Cecil hótel. Já, hverfur í eitthvað vasstang eða eitthvað. Já, ég ætla að segja eitt áður en þú klárar að segja það sem þú ætlar að segja. Ok, nú ætla þú að afsaka þess að þú sagði síðan. Ég var bara búinn með einn þátt, sko. Þetta er rusl. Já, ok. Ég var bara búinn með einn þátt talaði þetta við þig og ég áði alveg til ég að íkja svolítið, sko. Ok. Og ég laði ekkert í það að klára þetta einu sinni. Ég er ekki eins og búinn að klára þetta, sko. Var þetta drastlega? Ég gati ekki klára þetta. Nei. Þetta var ekkert mystery. Það var bara veik kona. Þetta er samt mystery, sko. Af hverju er þetta mystery? Ertu búin að sjá vídeóið það sem hún er í lyftunni, eða? Já, hún er skrítin. Já, hún skrítin, hún er bara, þú veist, hún er bara andsetin, sko. Þetta er ekkert svo. Hvað hún er að gera með hendunar? Já, þetta er fullt af fólki með eitthvað, skilur við. Já, hún var ekki með neitt. Nei, hún var veik. Já, það var allavega eitthvað að, sko. Já. En hvernig komstu þá inn í hennar tank, skilur við? Það drap hann einhver. Heldur það? Ég held það. Ég held að hún er bara að ráða eitthvað. Ég vil taka það samt fram, ég klára þetta ekki, hann að... Nei, kláraði fyrstu þáttinn. Ég horfði fyrstu, ég held þessi 5 þetta ekki, ég horfði 2. Ég gat ekki horft að meira, því að það er eitthvað sem fyrir töðunar mér. Nú ætla ég að fá að ranta smá en þú byrjar að ranta. Okay. Það er eitthvað svona internet detectives. Okay. Fólk eitthvað að rannsaka glæpi á netinu. Hvað finnst þú svoleiðis fólk?
Sko, hefur þið séð Don't Fuck With Cats? Já, það er endar mjög áhört mál. Það er rosalega góðið þættir. Já, þeir eru góðir. Sammála. En það var líka eitthvað að frétta þar, skilur. Já, þetta var alveg fókt, en sko, ég man þegar að ég heyrði fyrstum þess að þætti að því ég var að hlusta á morðkastið eða eitthvað álíka. Já. Og þar voru þær gæluna sem með þá þætti, sko, þær voru að segja að gælan sem var að rannsaka þetta allt svona já, sem byrjaði svona fyrst já. Að hún var í grjóthörð. Hvernig grjóthörð? Ég veit það ekki, að því að það var ekkert hart við hana. Ekki neitt, það er ekkert hart við að sitja á raskatinu heima á sér með Doritos-póka að fletta upp einhverjum heimasíðum og reyna að komast að, þú veist. Þetta er bara því bara það að þú þarft kannski bara að finna þér áhugamál eða eitthvað. Já, af því það virðist vanta svolítið inn í lífi á þessu fólki, það er áhugamál. Já, en ég hef samt sko, þessi þættir Don't Fuck With Cats voru geðveikir sko, djöfull voru þið góðir. En það var líka áhört mál. Svo voru aðri þættir sem ég horfði á daginn á Netflix, því að ég er algjör true crime perri, sko. Fæk að, þú veist, ég sofna bara kvöldin, skilur, ég bara setja síman bara undir kotta, skilur, og set bara á eitthvað svona viðustyggilegt podcast þar sem ég bara hlusta á limlestingar og eitthvað bara, og svo bara sofna ég væri blundi, sko. Ég er ekki að grínast, sko, og ef ég vakna á nótinni og það er eitthvað, þú veist, hætt eitthvað í símanu, skilur, það bara kveiki aftur og sofna, sko. En hvað finnst það skemmtilegt við það? Veit ekki, mér finnst bara áhugavert pæling að sé einhverjan úti sem er sjúkar en ég. Sko, við. Það er eitthvað til nokkri sem er sjúkar en þú. Þú veist að ég hugsa oft að drepa fólk, skilur við. Í alvörinni? Já, en ég myndi samt aldrei gera það. Það liggur línan, skilur við. Þetta hljóma samt rosa geðvikislegt. Ég held að allir gera það. Ég held að þú sett núna bara eitthvað... Hugsa að drepa þig? Já, getur þessum að við, sko. Ég var að fara að segja það frá þáttum, hvað hétt það eftir? Why Did You Kill Me? Hefur séð þá? Nei, hljómar ekki gott. Ok. Er það skemmtilegt? Mér fannst það ekki skemmtilegt, sko. Klárar það? En þar ertu komin líka með internet, svona detectives. Já. En það var samt öðruvísi, sko, að því að, sko, það er stelpa sem var skotin til bana, sko. Lögreglunum var ekkert að takast að finna morðingin eða eitthvað álíka. Þannig að litla frænka stelpunar býr til fake aðgang á MySpace eða það var eitthvað í kringu 2007 eitthvað. Og fyrir að adda öllum sem hefðu getað að dreipa hana, skilur, og kemst að hver drapana einhvern veginn þannig, skilur. Ok. Það var skemmtilegt. Já. Ég er alveg svona skeptiskur eftir þetta drasslaðna Cecil Hotel-dótið. Ok, en hvað með Köllu? Þeir eru ekki alveg fyrir mig. Ok. Mér fannst það ekki náttúrulega spennandi. Fannst þér spennandi? Nei, sko... En ekki spoila það samt, þetta er svo ný seria, ég vil ekki spoila þeim ef að... Sko, ég treysti þér ekki alveg. Já... Þú getur allir neyðir alltaf seríuna fyrir fólki. Ég ætla ekki að gera það, en ég á það til að hæpast svolítið mikið upp. Þegar mér finnst eitthvað aðeins áhugavert, þá finnst mér það bara sjúklega áhugavert. Ok. Og setja bara strax í stóri, bara mæli með þessu fyrir alla, bara eitthvað, þú veist. Og ég gerði það þegar ég var búin með 3 þætti eða eitthvað. Okay. Og þú veist, þetta hefði svona potential á því að vera miklu betur en þetta var. Að því að þú veist, þetta er ógeðslega mikið lagt í þess að þætti, skilju. Kannski ég segja að leikurinn hafi verið alveg upp á 10, skilju. Hjá sumum var hann geðveikur, skilju. Sviðsmyndin og tæknibrellunar voru geðveikar og þessi saga hafði alveg potential, sko. Ertu búin með þess að þetta eða? Ég er búin með það, já. En mér fannst þetta fyrra upp í eitthvað kjafta þannig bara, þú veist, eftir 4. þátt, sko. En þá er ég að spyrja þig, ef ég komið til... Ég ætla bara að spyrja það núna. Hvað er þessi sería? Hvað er kalla? Hvað myndir að segja? Bara sæfa tryllingur, sko. Það veit ég ekki, maður. Þú veist... En finnst þér ekki svona skrítið að geta að ég get ekki svarað þessu, sko? Nei, af því að það er heldur ekkit eitthvað svona... Það er ég held að það sé engin, sko, einhver svona boðskapur. Það er ekkert closure, skilju. Þetta átt ábyggilega að vera eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, við gerum eitthvað svona íslenskt þema, eitthvað hvað þjóðsögu drasl, skilju. En síðan verður það eitthvað svona sci-fi þegar lengra er komið, skilju. Og þú veist, það átti að vera eitthvað svona snilligáfa. En af hverju fóruður ekki bara all in þá í sci-fi? Af hverju gerðu þau ekki bara af hverju fóruður ekki all in í þjóðsögusítið.
Eða það. Af hverju hefur það aldrei verið gert hérna á Íslandi? Og þú spyrir mig eins og ég hafi eitthvað völd. Ég bara með þetta podcast, hugur. En já, þetta var ekki alveg fyrir mig. En ég sammála, þeir voru svo flottir og öll tæknin var geggjuð og margir leikararna bara stóðu sem mjög vel. En já, sagan og þessi persónusköpun og allt það, mér fannst það bara ekkert áhugavert. Nei, mér fannst líka, þú veist, má ég spoila smá. Ok, það bara vöru fólk við. Ef þið er ekki búin að sjá Kötlu, skipið yfir næsta klukkutíma. Já, og að því ég timestampa alltaf þættan okkur á YouTube, þá getið bara skipað með kafla. Ok, hvað þú ætlar að spoila þess Kötlu? Ok, gaurinn var búin að missa son sinn, skilur við. Sonur að strafst fyrir 3 árum, skilur við. Hann var eitthvað svona, þú veist, allavega, svo fær hann son sinn tilbaka, skilur við. Eitthvað afrið af honum. Eitthvað afrið af honum, bara sonur hans var komið tilbaka, skilur við. Ég get ekki, þú veist, ég á sjálfur 2 börn. Og ef ég myndi missa eitt þeirra, skilur við, og ég myndi síðan fá það tilbaka, viðbröðu mín, yrðu ekki eins og ég er þessu kalli í þættinum, sko. Nei. Ertu að tala mér um hvað hann gerir við strákin? Já, bara liggum við að segja, hvað er þú að gera hér? Já. Og svo bara inn í eitthvað herbyggju og maður fekk ekki einu svona útskýring á því. Nei. Ég held að það sé hættulegur. En það sem buggaði mig, fyrst við erum að spoila, það sem buggaði mig rosa mikið var þessi klónar eða umskiptingar eða hvað er kallu, þessi afrið. Buggaði mig mest er að þau gerir ekki neitt. Strákurinn, hann gerir eitthvað í lokin. Gerir hann eitthvað í lokin? Já, þess að hann ger hann að konuna háls og allt það. Já. En hann gerir eitthvað smá. En eins og ég skildi það, þá var þeirra sonur, bara svona alvöru sonurinn. Hann var gæðan eitthvað klikkaði líka. Silis fjandi. Já. Þannig að ég sér hann engan mun á honum á svona klón. Nei. Þegar Ása kemur. Hver er það? Það var Hvor systirinn var það? Systirinn sem kemur. Sem týndist. Já, sem týndist. Já. Ása. Hún kemur aftur. Átta þættina. Já, hún kemur tilbaka. Hún gerir ekki neitt. Sænska kemur hann í byrjunni. Hún gerir ekki neitt. Hún gerir ekki raskat, sko. En af hverju gerðu þeir ekki eitthvað spennandi með þetta lið? Já, svo kemur eitthvað atrið akkurat þannig að það sem ég segi Ása fær eitthvað svona krumma á hendina og svo kemur eitthvað svona eins og hann sé allt í norðin eitthvað evil, skilu. Ég held að hún myndi kremja hausun á hann. Já, og maður held eitthvað, ok, hún er eitthvað fucked. En svo bara, nei, hún bara endar á því að lappa í sjóin og ég er að segja það það var svo asnalegt atrið þegar hún skaut sig í hausin hana, hvað hétt hinn gælan? Hún hétt Gríma. Já, þetta var alveg, ég er að segja það, ég gubbaði næstu upp í mig. Það sátu hana 2 í sófanum, þetta átti að vera eitthvað svona masterpiece, eitthvað, þú veist, þetta var bara fucking bjánalegt, sko. En var þeir ekki alveg sama? Var þeir ekki alveg sama hvor með skjóta sig? Jú, af því að hún var líka svo leiðileg. Hún var vælandi alla seríunar. Þannig þegar hún plaffaði sig, svo er það bara nice. Hvað af þér? Af hverju er ég að bjóða þér aftur í þátt? En mér fannst leiðilega Gríma plaffaði sig. Já, ég veit það. Ég var alveg þokkaleg, sko. Já, ég skil þig. En mér fannst hún standa sig vel. Hún, heitir hún ekki Guðrún? Sönguna? Jó, svo fattaði það bara í síðasta þætti. En mér finnst gaman að sjá, það er gaman að sjá ný andlit. Já, hún var alveg góð hérna leikuna og líka gælna sem leik á mótinni, sko. Eða hana Ásu. Það? Mér varst þær 2 vera mjög góðar. Mér varst þessi litli strákur, allir að lof saman í fjölmiðlum. Ekki neitt. Sleppum þessu, ég ætla ekki... Þið varst hann ekki skemmtilegur það? Nei, þetta var bara barn að leika, en þetta er alltaf svona með þetta land. Alltaf þegar barn kemur og gerir eitthvað og þá er bara að lita á þessum undrabarn, skilju. Þetta var bara barn að leika. Já, en samt stóð hann þessi ekki þokkalega vel? Jú, ábyggilega, sko. Þú ert ekki sammála öllu þessu... Nei, þetta er bara alltaf með hennan klaka maður, það má ekki gerast og það er allt lofsamað bara alveg, þú veist, sko, í ræmu, sko. En mér fannst það pínu gerast með Kötlu. Þetta kemur hann út, allir þættinni saman dag, 17. júní. Og mér fannst það bara áður að fólk kláraði seríuna, það var bara allir, þetta var bara ekki geðið, eins og ég, eins og þú. Bara Instagram story, mæli með. Ég sendi þið tilbaka, þú sagði eitthvað, ég mæli með, ég sendi þið tilbaka. Ég sagði, það? Já, þá komstu með eitthvað svona nördalegt svona fræðum annar mál, eitthvað svona kvikmynda orðaforða sem ég botnaði ekkert í.
Ég segir þetta að þú kemur næst til mín í þáttinn. Já, en ég samt, allt sem ég vildi segja við sagði þér í þessum skilabóðum. Já, en það var eitt sem ég skildi í þeim. Já. Að samræðunar í þessu þáttum voru ekki trúverðugar. Og þar var ég algjörlega sammála. Já, sammála, já. Mér fannst þetta ekki trúlegt. Nei. En líka bara karakterinu, þeir taka ákvarðanir í þessum þáttum, eiginlega bara það seríuna, sem ég skildi aldrei. Já, eins og að læsa strákisinn sem þú ert ekki búin að sjá í 3 ár af því að hann plaffaðist undir bíl, þú færði hann aftur í hendunum og þú lokar hann inn í skáp og hugsunin ekki lengri en það. En væri samt ekki eðlilegast að segjum um til lendi í þessum aðstæðum. Strákinn fyrir 3 árum, hann kemur allt í hann aftur, þú veist alveg að hann er látin, strákur þinn. Já, en... Hann kemur aftur, myndur ekki bara segja við fólki sem hann er með þér í þessum kofa. Bara, hörðu, þetta er ekki strákur minn, hann birtist bara hérna. Í staðan fyrir að fara að fela hann í einhverju herbyggi, smygla einhverju mat til hans. Maður myndi ekki gera það. Maður myndi taka hann í fangið bara og, þú veist, bara ekki slepp honum aftur, skilju. Taka þessi veikindafrí í þessari vinnu bara og fara heim. Já, er það? Já, auðvitað. Nei, menn, myndir þú bara ég á strák í dag. Já. En mér þætti þetta mjög skrítið ef ég vissi að hann var í dáin. Þú myndir afneita honum? Nei, ég sagði það ekki. Ég myndi ekki læsa inn í ykkur herbyggi og mér fannst það rosa skrítið. Já. En svo líka, sko, svo tölum aðeins lengur þess að þetta. Þegar strákurinn er læsturinn í þessu herbyggi og hringir í mömmu sína og hún eitthvað, hvað gerir mammans? Bruna til hans. Já, án þess, hún brunar af staðin til Vík í Mýrdal, skilju, án þess að vera búin að heyra í pappanum og spyrja hver sé að fokk í henni, skilju. En reyndur ekki að ná ég? Nú reyndur að ná ég, myndið þú bruna af staðin einhver krakki, þú veist, bara... Gera símat í mér. Geggja símat, skilju. Bara eitthvað sem ég myndi gera í dag, sko. Nei, ég myndi kannski ekki bruna strax. En já, þetta var áhugur serja. Já. Þetta var bara ekki fyrir mig. Nei. Ég vil fá aðeins meiri spennu og ég vil fá aðeins svona áhugaður sögu, mér fannst það ekkert áhugavert. En samt þetta er íslenskt og maður tekur alltaf... Ertu ekki íslendingur? Jú, en á maður að setja það, getur ekki sett bara sömu kröfur á þá þetta eins og aðra? Nei, maður getur það ekki. Af hverju ekki? Að því við erum 330 manna eyja út í Ballarhafi, skilur. En á ég þá bara að segja, jú, þetta er mjög gott. Nei, þú ætti ekki að gera það, en þú ætti samt að taka hattina þér ofan fyrir því að þetta sé íslenskt og þau reyndu allavega. Þú hefur aldrei séð svona góða leikmynd eða neitt áður á Íslandi, sko? Nei, en það hefur það allt það, því ég nú fengið til mín leikstjóra. Baldvin Seta, Ragnar Bragason og þeir eru sammála það og ég er auðvitað sammála þeim. Við erum á síðustu 20 árin, þá erum við orðin... Það verður átt sér stað mikla framfærir. Algjörlega. Sérstaklega allir í tæknivinu. Hvort sem það er kveikmyndataka, leikmyndahönnun, tæknibrellur, allir sá pakki. En það sem hefur svolítið setið á hakanum er handritagerð. Mér finnst hún ekki vera nægilega góð. Nei, það er bara mín skoðun. Það er bara mín skoðun. Ég lít nú með að hafa hana. Já, svo lengi sem ég er sammálaðinni. Það máttu hafa. Þó ég sé ekki að vinna í þessu bransi sjálfur. Mér finnst vantast þetta upp á. Og eins og í þessum þáttum, eins og í Köllu, það sem ég skildi ekki, hefur séð til þess myndina The Thing? Já. Hefur séð hana? Já. Ok, gerist það nægst ára á... Já. Það sem að geimvera kemur, þú veist ekkert hver er geimvera og hver er maður. Og hún er að reyna að fjölga sér. Já. Af hverju fóruð ekki bara all inn í eitthvað svoleiðis? Að spennan væri svo að það þyrfti að stoppa þessu umskiptinga áður en komast út úr Vík. Já, það er góð pæling. Það hefði alltaf verið eitthvað spennandi. Já. Það er bara eitt aðalega sem fer í taugunar á mér fyrir íslenska kvikmyndir og það er leikurinn. Það er eins og, ég veit ekki hvort að íslenskan sé bara þannig og málfarið okkar að þetta verður svo fokkin asnalegt. Þú veist, og ég er satt alveg sammála, þetta er búið að skána á síðustu árum og ég sá bara mest, ég veit ekki hvort ég er búin að tala þetta hérna áður, ég sá þetta mest hvað þetta var búið að skána þegar Svartur á leik kom út, skilju. Mér finnst þú mjög góð. Já, þá er svona, ok, þetta er alveg trúverðug samtöl, þannig sé, skilju. En það er alltaf, þú veist, að ég veit það ekki. Þú veist, En er það leikurinn? Er það handritið? Er það leikstjórn? Er það leikstjórn alltaf á leikstjóri leikurum? Mér fannst ég svolítið sjá þetta í þessum Köllu þáttum, skilju. Orðalagið og þetta verður stundur svolítið svona bara tilgerðalegt og hérna
Ég veit ekki alveg hvernig þú veist bara eins og þetta fólk hafi bara fengið hérna útskriftargráð úr hérna leikhúsi, skilur við. Finnst það ennþá er þannig? Já, mér finnst alveg svona glittastundum ennþá í það, sko. Líka hjá ungum leikurum? Já, sko. En er það ekki bara þegar þú ert Íslendingur, ef að þú er Svíi eða Bandaríkjamaður, þú myndir horfa á Kötlu, þá kannski myndir ekki þú? Það myndi ég ábyggilega ekki taka eftir því, sko. Nei. En þú veist, mér finnst bara, ég veit það ekki, mér finnst oft of formlegt málið sem er notað, skilur við. Og þá er það orðið ótrúverðugt, skilur við. Ég veit það ekki. Já, ég skil hvað við. Já, er það? Já. Þú ert skrítan gaur en ég skil hvað við. Finnst það skrítið það? Nei, ég skil hvað við. Ég held bara að liggi frekar hjá handritinu heldur en leikurinn. Já, getur verið, sko. Ég held það. Getur verið. En já, við ætlum ekki að fara að tala um Kötlu. Nei. En ég ætla að hafa þetta með í þættinu, þetta er skemmtilega samræður. Við ætlum að tala um bíómyndir. Já, að ég finna listan með það. Já, þú er henni fyllt upp lista. 10 myndir. Þetta er með þessu hugmynd frá þér. Já, þetta, þú veist, bara 10 fokkin ömulega myndir sem við getum rantað hérna yfir saman. En ég held að ég verð ekki sammálaður. Allavega ekki alltaf. Með nokkrar ábyggilega, sko. Aha. Já. En settur þetta í ykkur röð? Nei, ég nefnilega, sko, mér fannst svolítið erfitt að gera þetta, sko. Ég þurfti eiginlega bara að fara á Plexi heima og flétta niður, þú veist, action movies, já, þessi þannig, fokkin ömuleg, sko. Og hérna, náttúrulega svolítið auðvelt að finna hérna einhverja svona komedíur, skilur við, því að flest allar bandarískar svona Hollywood gamanmyndir sökka, sko. Ok. Þannig ég er með einhverja myndir hérna. Já, byrja fyrstu það. Tökum bara fyrstu myndina. Hvaða mynd fyrstur verða að drasl? Joy. Með Jennifer Lawrence? Veit ekki hvað hann heitir. Nei, er ég kannski að setja vitlausa mynd á lista? Ég er að tala um mynd. Já. Einhverja gellu sem á að vera notuð sem burðardýr. Byrjar geðað vel þessi mynd, skilur við. Já. Svo springur pakkinn og hann láti hann tróða upp í rassin á sér eða gleypa eða eitthvað, ég man ekki alveg. Svo springur pakkinn innan í henni. Og hún öðlast einhverja svona, hét hún kannski Lucy. Er ég að setja í vitlaus nafn með það? Ég er okkur svo að Jennifer Lawrence hafi leikið mynd sem heitir Joy. Ok, byrju, er það á IMDb eða? Já, ég er IMDb. Þú ert að tala um Lucy. Já, ok. Ertu ekki að tala með Scarlett Johansson? Ég veit ekki hvað hún heitir. Ok. Ok, þá ég segja þér, já. Og hún verður eitthvað svona overage eða eitthvað svona? Já, hún fæ bara sturlaða greind, skilur við. Já, þessi mynd, já. Lucy, ok. En síðan endar myndin, sko, að þá breytir hún sér í USB-lykil. Var það ekki eitthvað svona svart tré eða eitthvað? Jú, byrjaði eitthvað að þróast hann og svo einhvern veginn svona bing, var hann á USB-lykli. Og hann hérna svarti leikari sem leikur öll svona hlutverk, hann tekur við hérna USB-lyklin, sko. Já, og þér varst það ekki góða sem mynd? Nei, og ég mani hérna sá trailerinn á henni, allir trailerinn náttúrulega geðveikir, skilur við. Já. Og ég eitthvað, þú veist, ég þvingaði einhvern með mér í bíó á þessa mynd og svo bara, þú veist, bara labbaði bara pirraður út, skilur við. En fannst það ekkert cool hasar í henni neitt? Ég man það ekki. En ég veist það ekki sérstaklega sem mynd, sko. Mér finnst venjulega hasar ekki cool, skilur við. Að því þetta er svo ógeðslega nema ef hann er trúverður, skilur við. Af hverju þarf hann að vera trúverður? Getur það ekki bara verið eitthvað skemmtilega? Matrix er ekki trúverður, til dæmis. Nei, en Matrix, ég veit það ekki, það er eitthvað, heilin á mig virka bara þannig, skilur við. Að ef þú, sko, að því að, allar ævintýramyndir og allar hryllingsmyndir og allt eitthvað dót sem á ekki vera raunverulegt, má vera óraunverulegt, skilur við. En ef þú ert komið einhverjum svona hasar, bíla, spennu, kjaftaði, skilur við. Já, sem áriðinu vera smá raunverulegt. Sem á að eiga sér stað í raunveruleikanum, skilur við. Þú meikar það ekki? Nei, ég get það ekki. Og hérna, ég man mér að segja þegar ég kom heim frá þessari mynd, sko. Já. Þetta var á þessu tímabili þegar maður ger alltaf Facebook-status á mástu. Já. Eitthvað svona, eldaði góðan fisk og svo er gott kvöld tekið við með fallegu fólki, eða eitthvað svona. Varstu mikið í því?
Já, ég stundur rúla yfir eitthvað svona memories ég bara, þú veist, var ég fucking heimskur, þú veist, ákveðu ætti fólk að vilja vita þetta, En mér finnst þú ekki að vera típan í þetta. sko. En þú veist ekki típan í þetta. Nei, ég er líka búin að, þú veist, þroskast eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er, Þú veist, orðin bitur líka. Varst ekki svona bitur? Ég hef alltaf verið bitur. Ok. Ég meiri segja, bara síðan ég var lítill og vorum að horfa á barnatíman, ég og bróðum mér, Ég er svo bróður sem er árið eldri en ég og hann er bitrar en ég. Ég fæ minn biturleika frá honum, Hann er ég sinnum 1000, þú veist. Shit, ég veit ekki hvort þið myndi þóra að hitta þann mann. Nei, hann vil líklega að sperja þig. Ok, þannig að þú horfður á þessa mynd. Já, og svo gerum við status. Skrifaði status, manstu statusin? Nei, við erum ekki að vera að eyða eina kortur í að leita eitthvað stað. Já, ég gerði status og ég sagði öllum nákvæmlega hvað gerðist í þessari mynd og ég sagði bara að þetta er bara fucking þroskaðið mynd og hún breytir sér í USB-lykil í endan. Bara verður ykkur góður, farðu að horfa á þessa mynd. Ég fikk ekki voðalega mörg likes á þetta, held ég. En þú sérst eyðilega myndina? Já. Þú veist, eyðilega, ég bjargaði fólki bara. Þú veist, sóa tíma og peningum í það. En hún fékk ágætis dóma. Já, ég meina, þú veist, Harry Potter fær góða dóma og veist hvað gerum við að Harry Potter það? Þú nefndi það eins í síðasta þætti. Já. En er þetta samt verra eða skára en Harry Potter? Harry Potter er ekki slæmt. Þetta var bara smá djók síðast, Ég veit það. Ekki það að ég myndi einhvern tíðan leyfa þess að vera að spila heima á mér, en Harry Potter nördar eru meinlausir. Ég veit það. En svona er verra, myndi ég segja, Já, fyrir það meiri töðunar þær? Já, Harry Potter er bara meinlaust, bara, þú veist. En var þetta því að Lucy var að reyna að geta svona töff mynd? Já, og svo þóli ég ekki þegar það eru 60 kílóa kettlingar í myndum bara berja heilu herina af einhverjum 100 kílóa gaurum. Ég get það ekki. Það er reynda sammálaðir. Mér finnst það bara ekki skemmtilegt. Nei, þú veist, mér finnst það bara svo ógeðslega óraunverulegt og það bara, og ég er líka bara svo mikil kallremba. Gleymdi að þetta geti gerst, En ég segi líka, eins og með, þú veist, þessa mynd er alveg rétt að segja, þetta er bara ekki fyrir mig, mér finnst þetta ekki skemmtilegt. Nei. Og það er alveg ástæð fyrir því að konur og kallar berjast ekki á móti hvort öðru í UFC til dæmis. Það er ástæð fyrir því. Það gæti nú verið að fara að breytast, er ekki komin einhver trans weightlifter, kall sem upplýðis í konu líkama. Hann er að fara að keppa á ólympíuleikunum í liftingum í konuflokki, Já, það er alveg grátt svæði af því að mér finnst þetta rosalega sérstætt. Ég meina þetta gerist í MMA, það var kall sem að fór. Já, það er alls svona gerst, en það er bara vísindalega, þú veist, það er bara þannig. Kallar eru bara með meiri styrk, meiri snerpu, Við erum bara byggð öðruvísi. Já, algjörlega, ég meina þú veist, þetta er bara alveg síðan við vorum bara hellisbúar, það var kallinn bara út að veiða og það er bara, þú veist, stundum, já. En þá myndi margir segja við þig núna, þetta er svona toxic masculinity. Nei, ég myndi bara ekki vera sammála, þetta er bara það sem við búum að byggja fokkin samfélagi okkar. Þú veist, það má alveg breyta einhverju, En þú veist, það er ekki eins og að kallinn hafi bara alla tíð verið bara sitjandi á einhverju hásæti með svipu og hann láta kettlinguna elda fyrir sig. Það er bara ekki þannig. Kallinn, þú veist, 90% af kallmönnum er búið að vera út í þrælavinnu til þess að vinna fyrir fokkin konunni svona börnum, heima. Og það var ógeðslega algengt á Íslandi í gamla daga að börn þurftu vera niðursetningar á sveitabæjum að því að kallmaðurinn í fjölskyldunni var að deyja út á sjó, og þá stóð konan eftir ein með öll börnin, og gat ekki séð þau, og þetta er það sem búið að byggja upp landið okkar, og það er að breytast núna og ég tek því alveg fagnandi, Þú veist, ég er ekki að finna eitthvað svona milliveg, það er alltaf Jú, algjörlega, og ég er alveg þar, en allt bara, þú veist, nú liggja allir karlmenn undir grun af því að það er einhver rotin epli, einhverju nauðgara ógeðana úti, sem er eitthvað að nauðgast, og þá eitthvað að fara að setja okkur undir grun af einhverjum bitrum konum úti.
Já, ég er ekki alveg, ég er ekki sammála, ég er ekki sett sér rátt að segja, ég bara, mér finnst það skrítið. Ég vil ekki taka það á mig, sko. Að vera undir grun? Nei. Nei, ég heldur. Nei, mér finnst það mjög sérstætt. Já, mér finnst það fokkið fáran. En ég er að segja, þú veist, það er alltaf að finna einhvern milliveg, þú veist, það er alveg lægi að kona fór út að vinna. Algjörlega. Það er alveg lægi að kall sitt í þvottavél eða riks, skilur við? Ég gera það, skilur við? Ég gera allt. Já. En ég er svo, þú veist, ég veit ekki, ef ekki að bara, þú veist, þá er nú farið einhverja eina heita, skilur við. Einhverju feministar fara að ringja hérna alveg brjálæðir. Þeir verða þá brjálæðir til þig. Já. Þú tekur því bara. 72 3448, ringið þið bara. Ég er ekki kjaft á móti. En já, við vorum að tala um Lucy, ekki nógu góð, þú fílar hann ekki, hvað aðra mynd sem við stóðum drasl? Ok. Harry Potter 1. Svo nummer 2. Svo, nei, ég vil ekki bara umvöldast með þæri í þessu. Við þið? Ok, hvað aðra mynd? Ok. Þessi er alveg fucking glötuð. Djöfull er hún ömuleg. Never back down. Ég hef búin að sjá hana. Ekki? Jú, er þetta ekki MMA-myndin? Jú, þetta er MMA-mynd. Þetta er svo fucking klísukent og glata. Þetta er alltaf einhver svona strákur sem hefur átt bát. Og hérna, veistu hvað, misti pappa sinn. Þú veist, bara mest típist í heimi. Og það er einnig að búlja hann fyrir það, skilur við. Og hérna... Og hann kynir stelpu. Já. Það kynir stelpu sem að sko aðal vondi strákurinn í skólanum er ástfangin á, sko. Hún er smá bad girl. Já, þetta er eiginlega bara nútíma Karate Kid. Ég hefði líka átt að setja Karate Kid á hann lista, sko. Það er ruslmynd. Það er ruslmynd. Ég var að horfa á hann í vinnunum. Það er bara, þú veist, fokk, hvað þetta er umrætt. Mr. Miyagi, Hún er ömuleg. Ég gaf henni annan séns fyrir ekkert svo löngu síðan. Hún drasl. Never back down. En er þetta ekki bara úlingamynd? Verður þið ekki að gefa henni smá breyk? Úlingamyndir eru svo fokkin glataðar. Já. Þér varst þess ekki töff. Gæi í skóla, hann lærir að slást. Já, lærir að slást á einhverjum svona sensei. Nema að þú veist, sá sensei var brasilískur eða ekki. Þetta er eiginlega bara Karate Kid. Bara nútímans, skilur við. Og hérna, já, þetta er rosalega, kynnist einhverjum svona stelpu og hérna, og er barinn í fyrsta skipti, sko. Já, eðlilega. Það er alltaf í þessu myndum. Já, svo er svona auðmýktur, sko. Svo fer hann og lærir að slást, sko. Og svo er loka bardaginn, sko. Það er við gaurinn sem barðan hann í fyrsta skipti. Og það er alltaf einhver gaur sem lítur út eins og raskat í andlitinu. Fokkin astarlegur. Ég man hver líka vondakallin. Já, það. Er hann ekki svo raskat í andlitinu? Ég man ekki þannig að lita út svo raskat. Nei, ekki svo, þú veist, á að vera svona pretty boy, skilur við. Hann lítur út eins og algjör dick. Já, svona Súlandir eitthvað svona á öðru leveli. Já. Jú, kannski einhverju liti. Og hann, þú sér alveg á honum að þetta er vondistrákur. Já, þetta er ábyggilega líka bara, þú veist, takes me back, sko, þegar maður sjálfur í grunnskóla og svona aðalgurinn í skólan, sko, leita alltaf út í svo raskat í andlitinu. Varst þú sérst eins og vondingi? Nei, ég? Frekan hetjan, eða? Nei, ég var bara, þú veist, ég var eins og hetjan, sko. Er það? Þannig að þitt líf væri eins og never back down? Væri þú þá frekar hetjan heldur en... Vondingallir? Já, ekki. Nei, ég er bara þannig útlýslega, ég er bara að spyrja hvað setur sjálf? Já, útlýslega. Hvað setur sjálf? Ég var aukaleikar ábyggilega. Það ekki kannski að vera með lagið í myndinu eða eitthvað. Já, en væri þá með góða garm í liði, frekar en hinuga? Já, ég er, sko... Góður inn í beinu? Já, ég myndi segja það og ég, þú veist, mér finnst allt í lagi að stríða. Og ég get alveg verið hrottið þegar kemur að ég að stríða, en ég vill aldrei sjá manneskju líða illa. Ég get það ekki og þá einhvern veginn, þú veist, þegar þú komið lífið það að þú ert látlust einhvern veginn svona að láta annari manneskju líða illa. Basically einelti. Já, og ég get heldur eiginlega ekki séð það bara í kringum mig, sko. Það er líka ógeðslegt. Það er ógeðslegt, sko, en hérna mér finnst allt í lagi að stríða, sko. En ég er líka, þú veist, eins mikið og í stríði, skilju, þá er ég sjálfur líka með svona þykkan skráp, skilju, og get tekið ímsu, sko. En finnst þið gaman þegar ykkur að stríða þér? Þegar þú segir stríða, veist, hvað er það að tala? Verður það tala bara, ég og vinur, sko. Bregða þér eða eitthvað svoleiðis? Nei, þá get ég alveg mistvitið, sko. Að þú veist, ég og vinur minn getum alveg tekið alveg bara svona brútal, sko. Einu sinni hélt ég bara að ég væri bara, þú veist,
væri bara að fara að missa vinnuna og ég væri bara að fara að mynda mér í blöðin og eitthvað svona kjaftaði, sko. Þú gengur þetta svona langt? Já, það var, sko, hann var aðeins að stríða mér, sko. Og ég var, þú veist, alveg á mörkunum við það að fara að gráta, sko. Það er til ég fatt að hann var að fokki mig, sko. Ég geti eiginlega ekki verið að segja því þetta er eiginlega svolítið ólöglegt, sko. Já, ok, ekki það að fara að ná núr því. Nei, þú veist, þetta getur alveg verið brútal stríðni, sko, en þá líka vill ég geta strítt brútal, sko. En ég til að segja við þig núna, að ég er að smúl kynast þig, að Haukur, ég fíla ekki eitthvað svona stríðni. Myndur samt reyna að stríða mér? Já, því að þú ert alveg mjög skemmtilegur náungi, þú veist. Takk fyrir það, en ég þóla ekki stríðni. Ok. Það er svo leiðilegt. Ég sko, fyrir eftir því hvernig stríðni, skilur við. Ef þú myndir gera eitthvað svona símat í mér eitthvað svona, mér finnst það ekki skemmtilegt. Mér finnst það ekki fyndið. Ekki? Nei. Ok. Mér fannst það fyndið á svona 12 ára. Já, ég hef ekki þroskað síðan ég var 12 ára. Þú ert þetta fastur í sama húmor. Já, ég gerði eins og ég símaði til Líónsi. Nei. Ég sagði ég var eitthvað bla bla bla. Ég ringiði henni frá RÚV eitthvað kjaftaði. Það var á einhverju tímabili þar sem hún var eitthvað út og að bubba á netinu, sko. Bubbi náttúrulega að vita það allir að Bubbi er kóngurinn, sko. Já, ég man eftir þessu. Þetta kom í blöðunum. Já. Ég ringdi hana, það var rétt fyrir jól. Ég sagði ég var að gera einhverja jólatónleika á RÚV og eitthvað. Hún var bara, já, orðið mega spennt í síman. Svo sagði ég, sko, að Giggi var í þess að tala og hún fengi að taka 2 lög en hún væri að hita upp fyrir kóngi sjálfan Bubba Mortens og við höfum ekki efnaði að greiðinni neitt nema kannski 2 bjóra á barnum. Hún reyndi að gera símað síðan á móti, sko. Var hann að reyna að gera símað til þér? Já, alveg ömulegt. Eitthvað svona, ég svaraði eitthvað, halló. Já, ok, og það fyndið maður, bíp, bíp, bíp. Það var greinilega eitthvað svona helvítis fáiðin, ég skal sko sína honum hvernig á að gera símat. Þannig að þetta verður ekki heppnast hjá henni? Henni? Já. Nei, þetta heppnaðist hann til mér. Ég held ég í vídeo af þessu. En þá? En varð hún brjál? Hún sagði eitthvað, það er engin kóngur á Íslandi. Það, þú veist, já, hún var svolítið pirruð, sko. Ég var náttúrulega búin að gera hún svolítið spennta, sko. Þú veist, eitthvað svona RÚV með tónleika, jólatónleika og eitthvað, allir að fá indversku prinsessuna, eitthvað svona, þú veist. En er þetta ekki svolítið svona nasty, svona fyrir neðan belti? Að lofin eitthvað svona öllu fögru og... Ég lofaði henni ekki neinu, sko. Er það svo? Nei, ég er bara að spyrja. Þetta er svo, segjum til þess að þú fengir hringingu bara á morgun eða eitthvað. Þér verður búið bara að koma fram á okkur tónleikum eða eitthvað voða flottum tónleikum. Ég var blessað eftir maður, ég lendi í svona. Ég fekk símtal einhvern tíma, bara einmitt síðustu jól. Fekk ég símtal eitthvað svona, þú veist, og ég er svo heimskur, ég hef þetta fatt á náttúrulega jólafrí í öllu skólum og það ringi mig frá einhverjum menntaskóla, sko, og ég bara, næs, fokkin menntaskóla, ringi það, ég borga bara fleiri 100.000 kallar einhverjum, skilu, og og ég allir mega spenntur, já, við erum að leita okkur skemmtiatrið og eitthvað, og ég fór eitthvað að búa til tölur, svona, já, við verðum að fara svolítið hátt, mást ekki fara of lágt og eitthvað svona, og ég eitthvað, heyrðu, ég ætla aðeins að melda þetta hringdi mig eftir 5 mínútur. Og svo er ég bara, Ída, konuna mín, sko, og það ringi mig hún á menntaskóla, eitthvað svona, þetta geti bara átt bara gleðileg jól, loksins Ída. Þurfum ekki að fara til fjölskylduhjálp. Svo ringdi þér eftir 5 mínútur og ég eitthvað, já, sko, ég er ekki að fara að gera þetta fyrir læri en 150 skall. Og þá sögðu, sko, já, ok. Maggi Mix ætlaði að gera þetta fyrir 20 skall og ég bara, hvað fucking fáið er þetta? En var það vinur þinn? Já, það var þetta eitthvað vinur minn. Ok, þannig að þú ert ennþá að þessu? Ertu ennþá í ykkur svona stríðni? Já. Þú ætla bara aldrei að þroskast upp? Nei, ég held að það hafi verið bara, þú veist, þeir segja menn staðinni á fíknefnum, sko. Ég held að þetta sé einhver svona hluta með þess að staðinnaði, sko. Sérst húmórin? Já, ábyggilega, sko. En ég veit satt alveg að þú hefur hann húmór líka, sko, að því ég spjalla alveg oft við þig. Mér finnst þetta fyndin, ég get oft leiða þér, eins og bara þegar við tókum síðast í Dóvalótri. Ok, næsta mynd. Hvað voru við búin? Þú varst með Never Back Down. Já, fucking. Hvað er aðra? Allar fast myndinar. Nei, allar? Allar. Ertu með það á lista? Já, bara allar. Og hvað? Nú veit ég fyrir víst að þú ert ekki búin að sjá það alltaf. Það er ekki búin að sjá það alltaf, en ég veit alveg hvernig það eru. En það er ekkert alltaf eins. Jú.
Harðir gaurar og bílar. Já, en þær eru misgóðar. Það eru mislélegar, meinar. Og ég held að erum ekki búin að rökraða þetta á Instagram. Jú, ábyggilega. Þú varst að drusla yfir þetta. Ég var í gær, nú ætlum ég að segja smá. Ég var í gær á Fast and Furious 9. Já, ok. Endilega halda áfram. Þetta í fyrsta skipti sem ég fyrir í bíó. Og labbar út. Nei. Ok. Fór kíló með þér. Nei, Binnu Love kom með mér. Ég alltaf að býða til einhverju búði, sko. ég held ég búin að velja mynd fyrir okkur. Hvaða mynd? Ég ætla ekki að segja það strax. Ok. Ég ætla ekki að segja í þættinum. Ok. Ok, allavega. Ég fór á Fast 9 í gær. Og ég veit alveg aftreng, skilur við. Já. En þetta fyrst skipt sem ég fyrir í bíó. Já. Það sem er leið eins og væri verið að hafa með fíbli. Eins og gæna sem gera myndirnar. Já. Sér bara eitthvað svona alveg sama hvaða kjafta við setjum þessar myndir. Þessi vitlausu gæjar er að fara á að ég á eftir frá 10 líka. Þú veist, er ég það ekki bara vitlaus? Nei, sko... Hvað er þetta? Ég veit það ekki, sko. Ég hef oft talað sko mumble rap, sko. Og veist, þetta er bara það sem er í tísku. Mannkynið, þetta er hvað er ég að fara að segja? Hjarðhegðun? Já, þetta er bara hjarðhegðun. Það er búið að segja þér að þetta sé geðveikt. Ég er ekki þann tíma. Greinilega. En þú ert greinilega eitthvað að kveikja. Stundum finnst mér gaman að horfa bara eitthvað svona heilus skemmt. Skilur? Já. Fastmyndar eru svolítið þannig. En það er svona misgóðar. Mislélar. Já, ég En þú setur bara alla seríun undir sama hatt. Já. Og þú veist, ég get bara trúið bara fullt af öllu myndunum sem þau rock er í. Það er ekki að fara hana með þessu. Allar? Nema ein mynd. Ok, 2. Hvað myndir það? Hvað myndir eru það? Pain and Gain. Hún er skemmtileg. Hún er skemmtileg, en hún er samt ekki sturluð. Eða þú veist, hún er ágætis afþreying. Þetta er líka sönn saga. Og Mark Wahlberg er hann líka, skilju. En hún er alveg svona, já, hún er alveg góð. Og svo er ein önnur mynd. Sem ég man ekki hvað heitir. Kevin Hart er í henni. Hann á að vera eitthvað svona get flippaður, eitthvað The Rock var feitur í menntaskóla. Central Intelligence heitir hún. Já, getur verið. Og mér varst það alveg svona, ég veit það ekki. Mér varst hún alveg svona ágætt, sko. Fannst hún fyndin? Mér varst gett fyndið þegar hann var að senda honum hana á Facebook. Eitthvað svona gett flippaður, svona eitthvað. Ég hef ekki séð þessum mynd. Nei, ok. Þú veist, mér varst það allavega mjög fyndið að því að ég tengi alveg við þessa típur, skilju. En finnst þér Kevin Hart fyndin? Nei, ekki neitt, sko. Bara glemdu því, sko. Það? Bara þóla hann í? Þú veist, hann er bara lítill. Lítill og skrækur. Það er ekkert annað, skilju. Er það að segja að litli menn geta ekki fyndin? Jú, það getur alveg verið fyndin, skilju. Hann er fyndin, en mér finnst hann ekki fyndin. Það er bara lítill og pirrandi, bara. En Rock? Já. Hvernig finnst þér hann? Þú hata myndinu hans. Já, en sko, ég var the Rock fan þegar ég var lítill, sko. Af því að það voru alltaf verið að taka upp, sko, wrestling. Varstu að horfa á wrestling? Já, ég horfði svolítið á þetta, sko, þegar ég var í fóstri á Egilsstöðum. Það var einn með aðgang að þessu, sko. Tók þetta alltaf upp á vídeo, sko. Og The Rock var minn uppáhald, sko. Ég vissi náttúrulega ekki að þetta væri fake á þessum tíma, sko. Ég bara, þú veist, það var bara sturlu, skilja, að horfa á þetta í dag og ég bara, hvað drasli er þetta? Það ætti heim á listaninn. Eitthvað svona WWE-dót eitthvað. Já, en þú veist. En er Rock svalur? Finnst þetta svalugur? Bara svona persónulega? Já, sko, ég náttúrulega veit ekki hvernig hann er persónulega. Það er líka eitt með leikara. Maður getur ekki sagt að þeir séu svalir. Að þú veist ekki hvernig þeir eru alveg. Já. Þú veist, alveg eins og Liam Neeson, þú veist, hann leikur alltaf geðveikt svalan gaur, skilju, en ég veit ekki hvað, ábyggilega bara venjulegur, einhver svona afa, pappi, eitthvað svona kall bara. Ég get ekki sagt að hans er svalur, en hann leikur oft rosa svala karaktera. En þá þegar ég að spyrja þig, hvað er það að vera svalur? Hvernig skilgreinur það? Hvað þyrfti Liam Neeson, maðurinn sjálfur, að gera, eða lúkka, hvernig þú vilt kalla það? Hvernig þyrfti hann að vera til þess að þú myndir bara eitthvað, til þess að Haukur H. myndi segja, vá, hann er svalur? Bara eins og hann er í bíómyndunum.
bara að myrða eitthvað fólk og berði ykkur góra. Gaur rændi dóttina svo hann bara drap þá alla, skilju. Það svo allt. Nei, þú veist, ég hef líka oft velt þessu fyrir mér, sko, af því að, þú veist, ég er náttúrulega rappari og rapparar eru bara rembingar. Þeir eru að reyna að vera svo svalir, skilju. Það er svo mikið ímynd. Já, og þú veist, og ég var hana sjálfur, sko, ég var einu svona í 21 ár, sko, og hélt bara að ég væri geðveitt svalur, en því meira sem þú reynir að vera svalur, því meira ertu bara ekki svalur, skilju, og því meira sem þú ert að rappum að vera svalur og real og moneymaker og eitthvað, því minna finnst ég því svalur, skilju, eða þú veist, hvernig sem maður segir það, skilju. En er ekki bara svalt að vera ekta, vera bara þú sjálfur? Jú, það er nefnilega svolítið svalt. Þannig ef að Liam Neeson, segjum hann sé eins og þú segir, einhver afa, pappi, kall bara, en ef hann er bara þannig, og hann er ekkert að reyna eitthvað annað, er hann ekki bara sjálfur? Nei, ja, þú veist, jú, kannski. Ég veit ekki, þetta er svo djúp pæling, maður. En, þú veist, það er náttúrulega klárlega ekki svalt að vera í skyrtu og gyrtur. Alveg sama þótt að það sé þú sjálfur, þá ert þú ekki svalur. En þú getur verið sannur. Það er munur á því að vera sannur og svalur. Já, það er góð punktur. Já, ég en svo getur þú verið svalur og sannur. Og það er ég. Þú púlar allt. Já, þú veist, ég er ekki að fara að falla í þessa grifju, sko, að fara í skyrtu og gera það mig, sko. Þótt að ég sé komin í eitthvað hérna útkverfi, þú veist, búin að kaupa mér heila hæð, sko, með palli og garði, ég var að slá garðin í dag, sko. Er það svalt? Nei, ég var ekki svalur þá, ég get alveg viðurkennt það. Þú veist, ég fekk fucking blöðrur á fingunar og ég var alveg svo mikið að mýflugum hana, sko, ég var alveg, þú veist, leit út á byggilega eins og fáið, ég fekk bara í baki strax og ég byrjaði maður. Það er ekki cool. Nei, en þá líka, þú veist, þá var ég með tímarama. Nú er ég að fara út að slá, þá get ég ekki verið svalur. Þannig ég fór bara í nördafötu mín, í ljótu skona og var bara hljópið að vera bara ókúl í smá stund en sláði fokking garðin, skilur. Í það berundur eitt sem einn maður sagði mig að stráka sér á vinninsunum með. Hún vinna sann í Vestlín, þannig við sáum alls konar fólk. Hann vildi meina það að fólk sem að fer út eins og út í búð í joggingbuxum er fólk sem búið að gefast upp á lífinu. Hvað finnst þú þessa fulleringu? Ég fyrst stundum út í búið í joggingbuxum. Joggingbuxum? Já, en eiginlega aðalega bara þegar ég er að fara á æfingu eða er að koma af æfingu eða er að fara á nætuvætt eða er að koma af nætuvætt. Ég er, þú veist, mér líður best í gallabuxum. Ég var einmitt að segja við konuna mína þegar við lágum upp í sófa daginn og hérna... Líður best í gallabuxum? Já, bara alltaf að vera við öllu búin, sko. Staldið hvað getur gerst, sko. Þannig að þú ert heima. Hvernig buxum er þú í? Gallabuxum. Nákvæmlega. Já, það er því að... Þú vissir að verður að fara að hitta mig. Ég vissi að ég var að hitta svo cool guð. En ég hlóð svo mikið af þessi gæði sagði þetta, að ég hef oft farið í joggingbuxum út í búð. Mér er drullu saman. Hvernig var þessi gaur klæddur? Var þetta að varst að vinna í BT? Nei. Nei, ok. Hvaða búð var þetta? Þetta var, ég ætla ekki að segja ég er að vinna í Ylva, húsgagnaverslu. Já, þurftu að vera í einhverjum svona dressi þar. Já, eins og skyrtum og eitthvað svona. Já, gyrtir. Nei, ég var ekki gyrtur. En hann. Þá hefur hann nefnilega enga rétt á því að vera eitthvað að setja út á þessar joggingbuxur, sko. En hann var mjög skemmtilegur þessi gaur, ég ætla ekki að nafngreina hann, hrigalega skemmtilegur og hann var með skemmtilega skoðanir. Ok, virðið það. Herru, við erum komin til eitthvað rögl. Já. Ég man ekki svo hvað ásmið síðast, fastmyndunar. Já, fastmyndunar. Ok, hvað með aðra mynd sem stærð drasl? Thor Ragnarök. Já, það er ömuleg fokkin mynd. Okkur hún ömuleg? Fyndin, skemmtileg. Og það er ekkert fyndið við hana. Bara ekki neitt. Nei, þú veist, mér finnst það bara... Það dýrka allir sem mynd, nema þú. Já, mér finnst þetta bara glata. Og ég setti líka, sko, ég strókaði að vísa út allar Hulk-myndinar. Bara allar? Já, þú veist, ég man þegar fyrsta Hulk-myndin kom út, þá var ég akkurat á þessum góða aldri, þú veist. Já. Þá mér sé að fannst mér hún ógeðislega leiðileg. Það var bara einhver svona vísindaskálskapur og svo í endan og í miðjunni kom einhver svona græn katt sem gerði eiginlega ekkert. Sko, ef þú tala um alveg fyrstu, hún var glötuð. Líka önnur. The Incredible Hulk. Mér finnst það skemmtileg. Mér finnst það glöð. En finnst þið, eins og þú Ragnar, finnst hún verri heldur en... Er hún verri en einhver önnur?
það er rosalega mikið lagt í þessa mynd, sko, en mér finnst bara, þú veist, ég bara þoli ekki hérna fokkin leikara, hvað dirfist hann að vera að leika hérna Þór með ástralskan hreim. Hvern viltu sjá leika Þór? Mig? Nei. Einhver fokkin komið með, þú veist, ég veit það ekki, af hverju þarf að vera ástralskur gaur? Nú heldur heimsbyðin að víkingarnir voru með ástralskan hreim, svo bjánalegasti hreim, bara hreim, hvað er ég að segja? Hreimur í heimi. Að þér finnst það? Nei, kannski ekki, hann er ekki verri en einhver annar slæmur hreimur. En er hann ekki alveg pínu cool skur? Hann er massar, hann er stór, hann er með síta. Það þarf ekki að vera cool, sorry. Það er ekki alltaf cool? Nei, þú veist, ég er að segja það, í vinnunni minni, ég er ekki massatröll, sko, ég er samt ekki aumingi, skilju, þú veist, í vinnunni minni, þá kom oft upp einhver svona átök, kannski, eitthvað svona aðstæður, skilju, sem eru krefjandi, sem þú ert að hugsa bara á núlleitni, skilju, bregðast við, skilju, stundum með handafli, skilju. Og það er ekkert að fara að hjálpa þér eitthvað að vera massaður nema og takist á við það hérna uppi, skilju. En ef þú ert massaður, þá ertu væntanlega sterkar heldur en þú ert ekki massaður. Já, en það skiptir ekki máli að þú brotnar hérna uppi áður en þú þarft að fara að gera eitthvað, skilju. Þetta er allt hérna uppi. Já, þú meina það? Já. Já, ég skil gátt við. En hann er samt flottur, Chris Hemsworth. Nei. En finnst hann ekki... Hann er líka annari mynd á þessu lista, sko. Ok, en það spyrja hennu. Ég veit að þú er gagginniður, kallmaður. En getur það samt ekki sagt það, hann er heldur myndalegur þessu ykkur? Ég get alveg sagt það. En þér finnst það ekki það? Það er komin og getur þú sagt það, en finnst það ekki? Þú veist, mér finnst það ekki, en ég veit að hann er það. Getur við orðað það þannig? En átt þú eitthvað man crush? Nei, ég held ekki, þú veist, ég á náttúrulega, sko, fyrirmyndir. Já. Ég ólst náttúrulega líka upp föðurlaus, sko. Og það hefur, sko, ólstu upp með föður. Já, þá er ég líka, sko, ef þú elstu föðurlaus, þá ertu svolítið búin að mynda þér skoðun á því hvað er að vera kallmaður, skilju. Og þú leifir þér ekkert eitthvað kettlingavæl, sko. Að því þú heldur að það, ég veit ekki, ég var eitthvað að pæla í þessum daginn, skilju, og þá, einmitt svona litla pælingar, skilju. Eitthvað svona að finnast einhver gaur myndalegur. Mér finnst engin gaur vera myndalegur, en ég get kannski vita að hann er myndalegur, skilju, en ég er ekki að pæla í því. Veist hvað ég við? Það sem ég meina kannski með þessa spurningu er að bara einhver fræguleikari og getur ekki setti þá í þau spór jafnvel, það er kannski samkynniði mennur hrifnar ánum eða konur bara svona, jú, ég sé af hverju fólk er hérna. Jú, ég get alveg séð það, en mér getur samt alveg sleppt í að finnast það. En ég er samt ekki að spyrja þig, viltu sofa hjá sig? Nei, virkar svolítið svoleiði, sko. Ok, við erum komin til ykkur rugl. Thor Ragnarök, mér finnst mjög áherslu valdir hana. Ok. Að því að af öllum þessum Marvel-myndum, þá er hún mjög vinsæl. Fólk dýrkar sem einn. Og ég gerði daginn á Instagram. Ég held að þú var nú tekið eitthvað þátt í, hver er besta ofurðsmyndin? Já. Og Thor Ragnarök komst mjög langt. Já, var ekki Batman hana? Dark Knight vann. Já, það var nú vita mál, sko. Já, en Ragnarök komst mjög langt. En var Jókerinn á þessu lista? Nei. Af hverju ekki? Mér finnst þú bara að vera svo lítil ofurðsmynd. Það er ekki... Þetta er satt í þessum heimi. Já, en það er engin ofurhetja í henni. Batman er í henni? Nei. Víst? Ég ætti að tala um Bruce Wayne þegar hann er 7 ára. Er það Batman? Nei, Bruce Wayne er í henni, ekki Batman. Það er sami maðurinn, ef þú vissir það ekki. Hann var ekkert í búning, ef þú vissir það ekki. Þú ert komin til ykkur rögl núna. Ok, Thor Ragnarök, þið finnst þú nú glötuð. Já. Ekkert fyndin, ekkert skemmtileg, bara glötuð. Bara ömuleg. Það er ekki margir sammálaðir. Nei, já, ég er bara vanið því, sko. Ok, hvað aðra mynd? Ok, allar myndir með Steven Seagal. Nei, það erum við ekki sammála. Ertu búin að kynna þennan mann eða? Já, bursið frá hvernig hann getur verið algjör astni og ógi í alvörinni. Hann er samt alveg harður í myndunum. Leið og ég frétta að hann var í lygasjúklíkur. Þá sagði ég stopp. Þá er ég ekki að fara að styðja neitt sem þessi maður gerir. En eins og Under Siege? Já, umleg. Nei. Víst. Er það kokkurinn á skipinu? Já. Já, glatað. Þannig er hann með félögur sinna,
skera, þú veist, ömulegt, sko. En hann fokka görum upp. Í sér mynd. En þú veist, það líka leikið, skilur. Ok, alla Seagal-myndir lélegar af því hann asni. Af því hann lígari. Hann ekki líka, þú veist, hann pródúserinn og hann þú veist, höfundurinn og hann alltaf í aðalhlutverkinu og þú veist. Jú. Já, það finnst mér bara ömulegt. Þetta alltaf narsisisti döðans. Já, og ég get ekkit svoleiðis, sko. En getur ekki bara svona kötta á milli? Bara karaktersins, það sem fake og hvernig hann í alvörunni? Sko, nei, ég get það, bara heilið mér virkar ekki þannig. Getur þú hlustað á Michael Jackson lög í dag? Úf, það náði þér. Tjöðlega sjáðu. Þú sérst að hlustar á Jackson eða þá. Það náttúrulega brútal, sko, þú veist. Hann náttúrulega sakaður að vera bara, þú veist, finnur ekki verri glæpamenn heldur en sko morðingjar eru skárra en barnanýðingar, sko. Ok. Hundar eiga meiri tilvistarétt heldur en barnanýðingar. Ok. Þannig þú ert sakaður þannig, skilur, og svo getur maður ekkert sagt, skilur, margir segja að hann hafi ekki gert það, margir segja að hann hafi gert það, og þetta er bara lína sem maður þorir ekki að stíga á. En hlustar hann þá á Jackson? Ég hlusta aldrei á hann, nei. Já, þú aldrei hlusta á. Nei, ég veit samt að hann, ok, það er líka munur á Steven Seagal og Michael Jackson. Michael Jackson bjóði við náðagáfu, sko. Þú ert ekki bara að segja mér að Steven Seagal hafi verið með einhverja náðagáfu, sko. Nei, ég er samt sem ekki Seagal maður. Í gamla daga. Ég þarf að senda þér einhver vídeo maður. Þetta er alveg, þú veist, bara hrottalegari, sko. Hvernig þá? Þú veist, hann skeit á sig einu sinni. Var það þegar hann var tjókaður? Já, ég hef heyrt harneita fyrir þetta. Svo er líka hérna, það voru 2 UFC bardagamenn, Anderson Silva, sem er bara talin verið að The GOAT, skilju, einn af þeim, skilju, bara bestur í heimi allra tíma. Hann og svo annar gaur frá Brasilíu sem heitir Lyoto Machida og hérna hann var eitthvað að þvælast í kringu á, sko, eitthvað svona að kenna þeim, skilju, eins og hann var eitthvað að fara að kenna þeim eitthvað, en þeir tóku undir vitleysun í honum, skilju, og þetta var fyrir barda hjá Anderson Silva, þess að titilbarda á móti Vitor Belfort, og vissir það þessu? Ég er að horfa á MMA. Aha! Já. Grimmt það? Já, það er aðeins búið að dala mig núna eftir að ég seldu UFC. Mér finnst það ekki eins skemmtilegt. Ok, þú veist allan hvað ég er að fara að segja, þegar hann tekur frontkicki í fésið á Vitor Belfort. Og rótar hann þannig, en málið er á frontkickið. Það er svolítið mikið Seagal kick. Það er enginn að fara að segja mig það, þetta er bara venjulegt frontkick, skilju, í feysið. Það er enginn að fara að segja mig það að Steven Seagal, bara vel í yfirþyngd og komið bara yfir 60 ára, hafi verið í gimmuna að kenna Anderson Silva þetta spark. Þótt að Anderson Silva segja það. Já, en ég samt vil meina það að þetta er svolítið skemmtileg tilviljun. Af því ég veit alveg, auðvitað kendi hann ekkert Silva sparki, en á þessu tímabili þá var Seagal svo mikið í kringum hann og hann tekur akkurat sparkið sem Seagal tekur mjög oft í sínum myndum og það er frontkicki. Og hversu marga hefur þú séð rotað í UFC með frontkicki? Ekki marga. Ég viðurkenni það, þetta er rosaleg tilviljun. Já, og svo Machida, hann tók reynda svona jumping frontkick eitthvað, móti Randy. Fólk var fallegt maður. Hann gerði það líka á síðasta bardaganum sínu á UFC. Hverju var hann aftur að berjast á móti? Einhverju öðru legendi, sko. Það var síðasti bardagan hans í UFC, sko, svo fór hann yfir í Bellator, en hann slúttaði þeim bardaga akkurat með sama sparki og rótaði hann staðingin. Djöfull, ég man ekki hvað hann staðingun var. Það var ekki Bader? Nei, þá var Bader komin yfir í Bellator, sko. Man ekki hver það var. Allavega, þólar ekki Seagal. Alla Seagal myndunar. Ef við vilja sjá það þegar hann skeit á sig þannig að það var tjókaðar út. En það er líka bara saga. Þú veist ekkert að sé alveg saga. Ég veit það. Hann segir þetta alltaf YouTube-gæin. Já. Heitir ekki Gene LaBelle? Man það ekki. Já, sem kendur Ronda Rousey. Jú. Af því að Seagal sagði þegar voru að taka upp mynd, þetta var þegar voru að taka upp Out of Justice. Þá var Gene eitthvað svona mann eitthvað stunt coordinator eða eitthvað, hann var eitthvað á settinu og Seagal segir það er ekki hægt að tjóka mig. Er það ekki sagan? Jú. Og Gene segir bara, ég skal, leið mér að testa það og hann bara svæfur hann og skeit á sig í framhaldi.
En síðan líka, höldum aðeins áfram með þetta, ég elska drullið síkar, að keto, það virkar ekkert, sko. Nei, það virkar ekki, af því það engin að keto UFC fyrst. Og UFC MMA var upprunalega gert bara til að tjekka hvað virkar, skilju. Algjörlega. Fyrsti UFC bardagi ever var sumo-glímu kappi á móti einhverjum, hvað var kardikur eða eitthvað. Og það var sko bara 100 kílóa munur á þeim, sko. Og bara eftir halva mínútu þá var sumo-glímu kappi bara búin að tapa tönninu og steinir rotaður. Það var rosalegt, fyrst. Ja, brutal shit, sko. Það skemmtir þetta samt, sko. Það var menninga bara kýl í pung og allt. Já. Það er ekki Keith Hackney, heitir hann það ekki? Keith Hackney. Veist alveg hvað ég er að tala um? Já, Tjóðilega ég ánaði með maður. Helst ég var ekki búin að horfa á þetta svona? Nei. Helst ég var bara nörd sem horfði bara á okkur á hófurinn. Já, svona heimaður í hólunni og horfa en þá með Vaffa og S-tæki bara. Ég fóð mér svo á UFC event út í Tjekklandi, félagum mínum. Hvað event var það? Það var Diego Santos og móti Jan Blachowicz, minnum mig. Já, nice. Já, það var mjög gaman, sko. Jan Blachowicz er núna mistari, sko. Já, það er svo óspennandi fætir, maður. Mér veist það ekki. Það ekki? Nei, ég fíla hann alveg. Að það er svolítið svona grjót. Hann er líka bara pólveri. Ég dyrka pólveri. Já. Vinnandi fólk. Alveg bellir, sko. Ok, við veitum ekki fara út í mikið MMA-spjall. Ok, þú hata sík að hann er glataður. Já, fucking öfn. Ok, hvað er aðra mynd sem við stróðast? Ok, nú veit ég ábyggilega átt sammála mér. Sammála? Já. Ok. Nýja Mortal Kombat myndin. Ég er ekki ósammálaður, við getum vorað þannig. Ég kláraði hann ekki eins og niður. Ég er að segja það, ég get ekki lýst í hversu spenntur ég var. Ég veit ekki eins og nákvæm ég bara var svona spenntur að því að venjulega bara fílaði ekki svona myndir, sko. En af hverju kláraði hann ekki? Að þetta var bara ömulegt, djöðlar, þetta var svo hallarislegt. Hvað heit gaurinn hana með bresk, var hann ekki, eða var hann með ástofar? Sem leik Kano? Já, það er astnalegasti gaur bara veraldar. Mér fannst hann ekki cool. Nei, hann átti samt að vera grjótarður, svona ósvín böllur sem að, þú veist, bara, veistu hvað við, svona típanskiru, en þetta var bara fáránlegt, sko. En þegar Kano karakterin er alveg svalur. Já, en þú veist, Sub-Zero er náttúrulega bara svalast í djöfull bara ever, skil. Var hann cool í myndinni? Nei. Akkur fannst hann ekki cool? Það var bara ekkert cool við þessu mynd. Það var bara ógislega leiðilega og hallarislega mynd. Hún var þetta glötuð. Þú veist, líka með svona myndir, skilju, af hverju er ekki gert svona fyrir fullorðið fólk, skilju? Af hverju, þú veist, þetta er alltaf bannað, alveg í drasl og ógislegt. En allt annað er einhvern veginn bara svona, bara er fyrir 14 ára. Öll samtölu og allt er bara fyrir 14 ára. En þú náttúrulega hatar hasamyndir, þú sagði það í rauninni. Ég get ekki sagt Taken er náttúrulega eitt af mínum uppáhaldsmyndum, en ég get ekki sagt að ég hata. Já, en þú veist, það er líka samt alveg mynd sem að á sér stóð í raunveruleikanum þannig sér, skilur við. En eins og með hana, tölum aðeins um hana því þú segist fíla hana. Að því að Taken á að vera innan gæsalappa raunveruleg, gerist í bara okkar heimi og þetta er alveg pottet í gangi í dag, menn bara ræna konum og selja þær og eitthvað. En af hverju er hann cool? Af hverju er Liam Neeson cool? Veit það ekki, það er bara eitthvað, þú veist. Af því hann er með bara svaka... Það sé ekki bara pappin sem ég þráði alltaf í æskunni minni. Nei. Þú meina það? Það er bara eitthvað, þú veist, hann er bara, og flest alla myndir sem hann er í finnst mér bara þess verður að horfa á, sko. Ég horfði á eina daginn, The Honest Thief. Mér fannst hún bara mjög skemmtileg, sko. Já, ég hvernig... Og myndið þegar hann er í flugvélinni, þetta er náttúrulega alltaf sama þvælan. Hann er alltaf einhver svona gaur sem á sér svarta fortíð, skilur við, eða eitthvað svona álíka. Og hann er alltaf komin á þann stað í lífinu að hann vill ekki þessa fortíð lengur, skilur við. Hann er að reyna að byggja sér upp eðlilegt líf. En það er eina sem hann þekkir heldur hann uppi, skilur við. Og hann þarf að neyðast til þess að beita öllum sínum bröðum, skilur við, til þess að réttlætið komist eitthvað með sigur á hólmi, skilur við. En já, finnst þér ekki svona pínu leiðilegt, þér ekki skal sagða, finnst þér ekki pínu leiðilegt að því að Liam Neeson er góður leikari og hann var að leika alls konar hlutverk á hann leikið Taken. Svo leikarinn Taken, þá fór hann bara að gera endar sem Taken myndir. Já, ég vissi bara ekkit hver þetta var áður en ég horfði á Taken, sko. Svo alltaf einhvern tíðan að bara byrja að horfa á hennar Schindlers List. Já, hann leikur í henni. Hei, þetta er gaurinn Taken, maður. Djúvill er þetta leiðileg mynd, maður, slett á þessu. Það er eitthvað að litunum í sjónvarpinu mínu. Þú ert það rosalegur. Af hverju er ég alltaf að bjóða þér aftur í þáttin? Ég veit það ekki. Þú veist að drullu við klárar ekki Schindlers List
Nei, en ég veit samt að það er góð mynd og ég var bara að djóka núna, sko. Okay. Ég man ekki af hverju ég hætti að horfa. Það er eitthvað, ég veit ekki. Ég fíla alveg svona myndir, eins og Pianist er eitt af mínum uppáhaldsmyndum, sko. Ok. En höldum áfram í draslinu. Já, Mortal Kombat. Já, ömuleg mynd. En manstu þetta fyrstu myndin? Eða myndin sem kom út 95? Já, ég man eftir henni. En ég man að mér fannst geðveik þegar ég var lítill. Og svo var ég eitthvað, sá hann á deildu eða eitthvað álíka, þú veist, rétt áður en þessi nýja kom út og ég eitthvað, kannski bara betra að sleppa þessu. Já, ég var aldrei að heyra hvernig finnst hún í dag. Já, ég hefði átt að horfa á hana. Hún endist ekki vel. Ég er satt á því að hún er 1000 sinnum betri eftir nýja myndin. Ég myndi kannski ekki segja 1000 sinnum betri. Er ekki Goro í henni? Jú. En Ég Goro er að brúða í henni. Já. Já, hann er tölvugerður í henni, eða ekki? Jú. En byrju, sást ekki Goro atrið í nýju? Jó, ég er að muna eftir því núna, þegar hann var hann í borginni hana. Eða ekki, eða eitthvað. Það kom allavega eitthvað. Nei, hann er henni dó bara einhverju hlöðu. Já, sá það. Ég veit það ekki. Man það ekki. Ok, hvað er aðra mynd? Og hann líka ömulega leikinn. Þetta er ekki góð mynd, ég er alveg samlegar. Þegar við erum þannig á einhverju veitingastað, ég held ég sé að tala rétta mynd. Jú, ég veit hvort hann. Og svo kemur eitthvað svona, þau, get in the car if you want us to ride, eitthvað. Þau keyra í burtu og þá er einhver gaur, what was that? Eitthvað svona, þetta var bara, þú veist, ég var bara, hvernig gátu þið leyft þessu bara að fljóta? Já. Hvernig er þessi gaur með vinnu? Hver þá, leikarinn eða leikstjórinn? Leikarinn og bara allt þetta lið. En á ekki leikstjórinn? Hann hlýtur bara ábyrgðast líka. Ef að leikar er ömulugur. Hann er einhver svona heilalös pungur sem fyrst geður, lóga blóði, Þetta er eitthvað svona gauð sem fyrir á Fast and the Furious bíóm bara með stampínu að spenningi, sko. Herru, ég fór á Fast and Furious bíó, reyndar ekki með stampínu. Nei. Og ég var ekki svo spenntur. Ok, önnur mynd. Hvað er það komið marga myndir? Við hefum 4 myndir eftir. Tilbúin. Ég er tilbúin. Nú voru allir feministar brjálaðir. Konu Ghostbusters. Það er bara léleg mynd. Ekki það þegar konur í henni. Bara léleg mynd. Léleg af því það eru konur í henni. Nei, það getur ekki sagt hvað. Þetta var ömurleg mynd. Ég fór á hann í bíó, sko. Já, ég líka. Ég var geð spenntur, sko. Af því ég elska gömlu Ghostbusters, sko. Ég var alveg, þú veist, bara liggu við bara eins og þessar lýsingarinn á hann bara stampinu spenntur, bara, þú veist. Ok. Náttúrulega var ekki með stampinu, skilju. Nei, ég skilju. En ég fór í bíói, skilju. Alveg bara með tilhlökkun, skilju. Mjög spenntur. Og svo bara, þetta var ömurlegt. Hún var ekki nóg vel hefðin, sko. Nei, og þú veist, þessi þannig Ástrali sem átti að vera gett vitlaus allar myndina, skilju. Og allir í salnum var alltaf að grenja og hlátri og ég bara, þú veist, er ég mættur í Twilight Zone-ina, þú veist, þetta er ömurlegt. Mér fannst það myndir. Ég held að þú sé típa sem finnst allt fyndið, skilju. Já, af hverju er ég að mæta hérna, skilju? Það er svo ég geti leiðið. Já, nákvæmlega. Ok, Ghostbusters. En ertu það spennt fyrir nýju? Það er komið ný mynd. Já, sko, er það ekki eitthvað með gaurum? Er hún ekki eitthvað með gaurum? Nei, með börnum, Haukur. Það eru börn í henni. Já. Þetta er spennt fyrir því? Krakka Ghostbusters. Nei, þá er ég ekki spenntur. Þú veist, alveg eins og Goosebumps myndinar hana. Það er svona fyrst af alveg skemmtileg. Aha, sem svona Byrju, áður ekki á hann. Nei, ég bara sá að Jack Black verði í einhverju fjölskyldu skemmt og ég bara fucking gleymd þessu, sko. En þú átt börn. Já. Og eru þið ekki alveg orðin það gömul þegar þú horfður á bíómyndir? Og það ekki? Jú. Þú veist, ég horfður á bíómyndir sem ég segja þeim að horfa á. Hvað ertu að láta að horfa á? Hvað er ég að láta að horfa á? Ég veit ekki. Þú veist, er það bara Taken og... Ég eða aldrei tíma með þeim. Nei, tjók. Nei, menn ertu bara að láta að horfa á Taken eða? Herru, ég horfði með þeim á hérna gömlu Turtles-myndina. Er hún góð? Númer 1. Hún var betri minningunni. En ég var skeggja að horfa með þeim, sko, af því ég var bara að lýsa fyrir þeim, bara, vitið, skulle sitja og hlusta á mig, vitið, hvernig allir morgnar byrjuði á mér þegar ég var lítill. Ég horfði á Turtles, bara, Avengers, þetta er allt drasl, Turtles, horfið á þetta. Þú bara, já, pabbi, já. Kom eitthvað ljótt atrið, þau bæði byrjuði að gráta, grátið ekki yfir Turtles, horfið! Var hringt á barnaðurinn og allt maður. Nei, tjók. Já, Haukur er að grínast, taka það strax fram. Já, en hvernig fannst þið nýju Turtles-myndar? Það koma það 2 nýja. Já, ég veit að það eru drasl, en mér fannst það geðveikara því þetta voru Turtles. Bíddu.
bökkum aðeins. Ég svo mikið, ég fór í það þætti hérna, ég svo mikið Turtles. Já, ég veit það, en fannst þér þær geðvikar? Nei, ekki sem bíómyndir, en þú veist, hvert einasta atriði sem þeir voru bara að spjalla, Turtles, skilju við. Það var ég bara geðvegt. En nú eru þeir í fyrstu myndinni, þá voru það kallar í búning. Já. En í nýju myndunum voru tölvugerðir. Já. Hvort finnst þér skemmtilega? Mér spæði skemmtilegt. Mér fannst það svalur í nýju myndunum, sko. Mér fannst Rafael geðveikt svalur í nýju myndunum, sko. Var það uppáðast Turtles kallið? Nei, Leonardo var alltaf uppáðar, sko, en svona í seinni tíð þá það eiginlega Rafael, sko. Já, ég myndi giska, ef ég þurfti að giska, ég giska á Rafael fyrir því. Já, ég var náttúrulega bara, þú veist, 1 til 4 ára þegar ég var að horfa á þetta hana í barnatíma, þannig ég vissi ekki raskat, skilju, ég vissi bara bláið á með sverði og hétt Leonardo og réði. Hann var leiðtoginn? Já, þannig hann var minn uppáðar, sko. En svo, þú veist, eftir ég varð gangsta og svona, það var náttúrulega Rafael bestur, sko. Það var Rafael. Með anger issues. Hann með svolítið mikið anger issues, já. Hvaða mynd voru við að tala um? Ghostbusters. Þess sem kom út fyrir 4-5 árum, já. Hún var ekki nógu góð, ég er alveg sammálaðir. Nei, en ok, nú þeir alveg að fara með þetta barna Ghostbusters. En erum við að fara saman á hana kannski? Ég veit, hvenær er hann að koma? Ég held að komur í sumar. Ég held að koma í júli. Já, horfa á hana? Ég til, já. Þú voru bara... Já, þú eru að byggja mæðurleysa á meðan. En þá verðum við líka að spjalla hana. Já. Ægi. Getur gert það, sko. Ok. Ég til í það. En það verður gaman að sjá, af því þú ert svo mikill Ghostbusters maður. Já. Að ef hún drasl, hvort að þú verður bara eitthvað svona, ég get ekki viðurkennt þú sé drasl, að ég er búin að viðurkenna þessi næstnýjasta var drasl, og því ég elska Ghostbusters svo mikið, ég verð þá að segja þessi á þokkaleg. Já, sko... Ég held að það sé líka, þú veist, Ghostbusters var náttúrulega líka alltaf sýndur á mótnana þegar ég var lítill. Varstu teiknimynd á þættinir? Það tengist í eitthvað líka, en samt er fyrsta myndin geðveik, sko. Ég elska 2 líka. Ég hef hort á hana einmitt með börnunum mínum. Ég saði það einmitt í fyrsta þættinum hana. Já, alveg rétt. Ég hef hort á það báðar. Og var ekki stelpa, en hún var myrkfæl eftir það? Já, eftir hana, númer 2, sko. Já, þú veist ekki. Ég leiði þeim alveg stundum að horfa bannaða myndir, sko. En ertu þá ekki að segja við þau bara eitthvað, hei, lóki á núna, eða eitthvað? Nei, bara, þú veist, ég er náttúrulega ekki að fara í eitthvað Conjuring, sko. Bara Ghost og þetta er eitthvað síkupúðakall, þannig að bráðna. Þetta er ekki ljótt. Nei, en 2 er samt alveg spooky, við vorum búin að tala um þetta síðast. Já. En 1 stutt, Conjuring, þú sást 9. Já. Þér fannst hún heldur góð? Mér fannst hún góð, sko, en mér fannst hún ekki jafn creepy og fyrstu 2, sko. En þú veist, alls ekki, þú veist, hryllingsmyndir og draugamyndir er alltaf með hann að stimpil á sér að vera lélegar, skilur við. Þannig ég veit það ekki, kannski þegar kemur einhver svoleiðis mynd og er ekki léleg, þá finnst mér bara automatically góð, skilur við, eða eitthvað, ég veit það ekki. En þú veist, ég veit það ekki. Mér finnst þið bara, veist, þessi leikara líka, og þessi kona sérstaklega, mér þykir eitthvað svo vænt hana eitthvað, og eitthvað svo góðleg og hlýleg. Já, sem leikur í aðal kvennluturki. Heitir hún ekki Lorraine? Jú. Já. Ed og Lorraine. Já. Mér finnst hann stundur svolítið kjánalegur. Aha. Ég er alltaf að reyna að vera alfa hvert sem hann fer. Finnst hann ekki vera alfa? Nei. Ekkert svaka, sko. Nei. Hann þarf að drepa nokkra til þess að vera alfa hér. Já, þú veist, bara í númer 2 þegar hann kom hana og ætlaði að fara að hugga alla, sko, og tók upp gítarinn og tók upp Elvis hérna eftir hermuna, það fekk ég alveg ég sagt honum að halda kjafti, sko. Fekstu það nóg á hann? Já, nei, ég fekk nú ekkert nóg á hann, sko, þú veist. Myndirðu mæla sérst með 3? Bara þetta er flott mynd. Ég hef ekki séð hana, sko. Já, þú veist, já, það er samt ábyggilega ekkert að marka mig, sko. En ef þú kannski segðu fólk sem að hlusta þáttinn að horfa, það er ekkert að marka Hauk, þannig að þú að segja að drull yfir einhverja myndir þetta, það er ekkert að marka. Ef þú segja það? Ég myndi ekki alveg segja það, sko. Nei. Þú farir ekki svo langt. Þú veist, ef þú ert heilsteiftur, þá er ekkert að marka mig. Ef þú ert fokt, þá er mikið að marka mig. Ok, fokt fólk á mikið samvilt með þér, en ekki heilsteift fólk. Ok, Ghostbusters, glötuð, hvað er með aðra mynd? Nú hefur hvað, 3 ára þér? Já. Hvað? Ride Along. Hvaða mynd var það aftur? Með Kevin Hart og Ice Cube. Já, fucking ömuleg. Ice Cube
eins mikið og ég respekta hann sem fucking rappara og tónleik og hvað hann hefur gert fyrir hip-hop, þessar bíómyndir sem hann kemur nálægt fyrir utan sko hip-hop bíómyndirnar eins og NWA myndin og þetta allt sko, að þú veist, allar þessar myndir, þú veist, eins og Triple X, svo segja mig það að hann sé hoppandi hérna og hlaupandum, en að, þú veist, kortir ég að vera akfeitur sko, og þess, þú veist, ég kaup hann bara ekki þegar hann í einhverjum svona gaman eða hasamyndum að reyna að vera einhver svaka kall sko. En ég man ekki hvort við séum búin að ræða þetta, en hvað finnst þú þegar rapparar í svona bíómyndum? Að því að Kíló, sjátt á þetta Kíló, einskottan horfum á það, hann þolir ekki eins og 50 Cent sem einhvern leikara. Nei, sko, þetta er bara allt annars pakki, sko. Þú veist, ég hef heyrt að þessi þættir sem 50 Cent að gera sér geðegir, hvað þetta er? Power. Já, Power. En leikurinn ég held ekki. Já, ég hef síðan leikið þeim, sko. Nú, hann leikur hann leika. Hann ekki sérstaklega vel, sko. Mér finnst það alltaf leið. Já, mér varst myndin hana Get Rich or Die Trying hana. Mér varst hún alveg vera skemmtun, sko. En finnst þetta hattarslegt þegar þið reyna að vera einhverju leikarar? Eiga bara að halda sér í, eiga bara verið rappheim? Ég verði eiginlega að vera ósamála kílósant, sko. Ok. Nei, þú veist, gerið það sem við viljum gera, skilju. En þú veist, þótt að Ice Cube sé, mér finnst hann ömulegur í öllum þessum gamamyndum og allt þetta, skilju, þá er það samt ekki tekið á hann, að hann er bara fucking legend þegar það kemur á tónlist, skilju. Hver er svalasti gaurinn úr NWA? Ég myndi segja að það væri Dre. Ég myndi segja að það væri mesta legendi, sko. Er hann ekki bara svalasti gaurinn í rappheiminum? Hann er alveg í, sko, ég myndi ekki segja að hann væri svalastur, en ég myndi setja hann í topp 5 yfir mestu legendum, sko. En hver finnst þið svalastur? Bara svona fóruðu? Be Real í Cypress Hill. Hann er svalastur. Ég er að segja það, Cypress Hill, þetta var bara, og ég er ennþá í dag bara guði mín, sko. Ok. Ligguði, sko. Svo frétti ég að þeir ætti að vera að spila Solstice, sko. Eru Cypress Hill ennþá að spila? Já. Nú, ok. Það túrar á eitthvað svona. Og þegar ég frétti að ef það væri að fara að spila Solstice, þá hugsaði ég er ekki fara. Ég hefði ekki meikað að sjá einhvern ömulegan íslenskan rappara vera að hita upp fyrir þá, þú veist, þegar ég gæti verið að því. Og ég vissi að ég hefði aldrei fengið að gera það, skilju. En þú hefði verið til í það? Hefði það verið draumagigg? Ég er að segja, ég veit ekki eins og hvort ég geti performa, sko, ég bara, þú veist. Já, þetta er bara svona idol. Já, þetta er bara búið að vera idoli mín, að því að, sko, þú veist, þegar ég ólst upp, skilur, rapp var ekki samþykkt á þeim tíma, á þeim stað sem ég bjó á, skilur, þegar ég var lítill. Eða, þú veist, ég var svona skriðin í úlningsárin, þá var rapp ekki samþykkt og rapp var ömulegt tónlist, sögðu allir, sko. Já. En Cypress Hill voru þokkalegir, sögðu allir. Því að þeir voru að gefa út eitthvað svona, gera einhver svona tilraunir með einhver rocklög og eitthvað svona shit. Þú veist, þannig ég bara, þú veist, hengdi mig rosalega mikið á þá, sko. Og ég man bara að í fyrsta skipti, sko, Baldur bróðið mig fyrir til Reykjavíkur, ég man ekki alveg hvað hann var að gera. Og þetta var á þessum tíma þegar maður var alltaf að kaupa geisladiska, sko. Þú veist, og við vorum í fóstri og eigistum og kannski ekki keypt einhverja geisladiska þar þannig sé, skilju. Þannig þegar annar okkar fór til Reykjavíkur eða einhverja vinum okkar, skilju, þá var svona var oftar en ekki komið með geisladisk tilbaka og hann kemur með Black Sunday, Cypress Hill og ég svona, já, Cypress Hill, ok, nice eitthvað svona, þú veist að ég hefði bara hlustað á einhver lög með þeim þar sem þið voru að gera eitthvað svona rockrap, sko, fannst það geðveikir og ég man bara eftir þessu kvöldi ég fyrir heim, þú veist, inn í herbyggi í mánatröðum 19 á Egilsstöðum fyrir inn í herbyggi mitt og átti svona svart, svona lítinn geisladiska spilara, sko skellið þessum í, hitt á play og fyrsta lagi heitir I Wanna Get High og hérna, ég veist ekki hvað það þýtti eða neitt og ég man bara, þegar takturinn byrjar, skilju svona rosalegt svona búm, búm beat, skilju, og svo byrjar Bíl að flæða hana og þetta er ekki sturla flæði ef ég hlusta á þetta í dag, en á þessum tíma ég vissi ekki að þetta væri hægt, bara hvað er þetta, skilju, og okkur er ekki búin að uppgöta þetta áður frá þeim degi yfir hiphop átt mig Þannig að þú fengi núna símtal á morgun Cypress Hill að koma, Haukar til hitu, þá erið þú bara þvíld æstur. Ég bara myndi ábyggilega að hætta bara í vinnunum minni. En væri þetta ekki bara símat? Það var ekki fyndið símat, ég er að segja það.
manneskjan sem var að gera það símat, hún gæti ekki komið frá, þú veist, hún gæti ekki sagt að þetta var ég. Því ég myndi bara, þú veist, taka á mig 16 ár. Nú vil ég hvetja vini þína sem hlusta að horfa á það, að gera símatið og Kiddi. og bjóðar að hita upp fyrir Cypress Hill. Ok, Ice Cube, Ride Along. Ég sá ekki þessa mynd, en ég sá coverið og það var nóg fyrir mig. Þetta lúkka ekki skemmtilega. Nei, hún var, hver var aftur með henni? Kevin Hart? Jú, nákvæmlega. En kláraður þá mynd? Kláraður bara ekkert meira? Ég held ekki. Fór í síman eða eitthvað. Ok, nú kemur ömurleg mynd. Hún er svo slæm. Goal, ég sá hann ekki. Þetta er fótbolta, dótið það ekki. Þetta er einhver gaur sem er eitthvað undrabarn í fótbolta. Man ekki alveg hvað hann býr, skilur, Spáni eða einhverju heitu landi. Og þú veist, byrjuninni þannig að þú veist, það er allir eitthvað á táslunum að spila fótbolta eða eitthvað. Það er náttúrulega fátækt land, sko. Og og alltaf þegar hann getur, þá hleypar hann inn á völlin, að boltanum. Og þá kemur alltaf eitthvað svona lag undir, eitthvað svona dillilingling, skilur við eitthvað, spila svona á eitthvað gítar eitthvað. Ég veit hvað lag er það. Og ég kláraði ekki þá mynd, sko. Og ég bara frá því ég heyrði þetta lag, hann eitthvað slow motion, eitthvað svona, leikur sem er boltan, ég bara, þetta er fucking ömurlegt. Og ég var líka með vini mínum, sem er fallin frá í dag, þú veist, það var einmitt svona svolítið hrókagikkur eins og ég, Sverrir, hvíl í friði. En akkurat þegar þetta lag kom upp og ég horfði svona og ég segi, þetta er svona fucking djöfisins, fucking ömuleg mynd, Sverrir. Og hann var sammála, og það var ég bara, já, bara þú veist, þetta var bara innstimplað í mér, þetta væri ömuleg mynd. Og svo var það svo ég held þessi mynd eitthvað, hann kemst á samning á Newcastle United eða eitthvað á líka. Og það er stjarnan í því líði, sko, því að þessi gaur er svo góður, sko. Fátækigurinn, sko, en hann er með astma, sko. Ok. Allir gaur eru alltaf með astma. Ég er með astma og það er ekki að hrjá líf mitt svona mikið, sko. Já, hann er með astma, sko, og eitthvað svona, og aðalgaurinn í liðinu sér hvað hann er góður og hann stendur ógna á hann, sko. Þannig hann felur astmapústið hans í einhverju leika eða eitthvað. Þannig hann lendir í einhverju, þetta er bara, þú veist, ég trú ekki eins og ég sé að tala um þetta. Þannig, þú veist, það er góði kallinn, Spanjólinn, hann lendir í bobba, sko. Ég man ekki alveg hvernig þetta endaði, hvort hann hafi skorað eða, þú veist, þetta var svo glátt. Þannig eitthvað svona, where's my asthma paused, eða eitthvað svona, og eitthvað svona, man ekki hvort hann hafi farið í astmakast á vellinu með eitthvað, og hinn er svona, eitthvað svona, búin að fela það, sko. En var þetta ekki bara stríðinni? Þú fílar stríðinni? Þetta er sagum að vera bara siðlaus, eða. Það er svona svolítið góðu brandari. En þetta er svona hræðileg mynd. Já, ertu ekki búin að sjá hana? Nei, ég er ekki mikið fótboltagaur, sko. Flest allar svona í íþróttamyndir vera bara frekar lélega, sko. Nema Rocky. Ég hef ekki séð þær. Nei, ég sem þú vil ekki sjá þær. Að ég nenni ekki að fá okkar rætt frá þær. Ég nenni ekki að fá skilabóð. Þetta er ömurlegt, hann er aumingi, þetta er Getur verið að ég horfa á þetta. Nei, ekki gera. Ég hveti þess að horfa ekki á Rocky að ég vil ekki eyðileggja þær fyrir mér. Nei, ok. Goal, þeir gerðu framhaldsmynd, minnum mig. Já, pældi því maður. Þú veist ekki síðan hana. Nei. En það sé þá systir hann sem kemst í eitthvað liðið. Já, eitthvað svona feministk ógál, skilur við. Konur brjála, gerum okkar eigin mynd. Eigin gólmynd. Það er vondikallin í því liði, sko, svona transsexual, skilur við, sem er í konuboltanum, sko, og er betri en allir hinnir. Er það í þá kvenkisúkóni? Já, það er aðalpersóna, sko. Það var gaurinn búin að uppgöta það hans í kona, fastur í kalla, ég veit ekki hvað er. Förum í annað. Ok, önnur mynd sem þú þolir ekki. Þetta er síðasta myndin, sko. Þetta er síðasta myndin. Komdu með það. Hvernig fílar þú dansmyndir? Þetta er dans ekki góð. Ok, hvernig fílar þú dansmyndir? Þú veist, eitthvað svona gaurs í fátækt, skilur við. Sem á erfitt líf, skilur við. Og er að stunda glæpi og er ruddi en er samt góður strákur. Og er góður að dansa. En hann er ekki eitt góður að dansa. Og það er leið hans út úr ruglinu, sko. Þetta er góð mynd. Aha, gettu hvaða myndið þetta er? Ég veit ekki hvað myndið þetta er. Step Up.
Það var enga aðra leið, skilur við, út úr glæpunum og ruglunu, nema að vera að dansa sig út úr því. En málið mér finnst það cool að kunna dansa. Mér finnst það cool. Það alveg cool, skilur við. Já, en hvað? Að því Channing Tatum leikur inni, hann leikur aðalgæðan, þetta ekki sú mynd? Jú. Já, og Channing kann að dansa. Já, góður dansar, sko. En hvað er það þessari mynd? Ég veit, það er bara ógnar mínu ego eða eitthvað, ég veit ekki. Ógnar þinni kallmennsku? Nei, þú veist, mér finnst það bara glata, þú veist. Þetta er ekki cool? Nei, þetta er bara langt frá því að vera eitthvað cool, sko. En hann er satt alveg ágætur leikari, sko. Leki í rosa góðri mynd, hvað hét hún á þeim maður? Það sem að konan hans missir minnið. Konan sem missir minnið? Hann er giftur konu, þau lendi í bílsleysi, hún missir minnið alveg bara, þú veist, 6 ára aftur í tíman. Þannig hún þekkir hann ekki þegar hún rankar við sér úr, sko, dáinu það. Og þau þurfa einhvern veginn, svo skilja þau allt, sko, það er sannsöguleg mynd, sko. Ég hef ekki séð þess mynd. Nei, þetta er alveg, ég man ekki hvað hann heitir, sko. Hann er bara leikið fullt myndum. Já, hann er alveg ágætur, sko. Alveg ágætur, sko. En hann er líka leikið í annari sem ég var spáið að setja á listan. 21 og 22 Jump Street. Það er einmitt Ice Cube löggan, sko. Rauða löggan sem er alltaf að taka á teppið. En fannst þið 21 Jump Street ekki skemmtileg? Umuleg, sko. Það er ekkert að taka markaður. Þú hatar eiginlega allt. Bara hver og ein manneskja hefur sinn smekk. Já. Myndirðu segja að þú er með góðan smekk? Já. Þú þarft að standa þér svolítið vel til þess að ég fíli þig, skilju. Þú þarft að standa þér helvítum vel. Þú ert með svaka kröfur. Ég er ekki með neina kröfur að sjálfa mig. Ég meina að þú þarft ekki að standa þér vel. Nei. Bara þessar myndir. Já. Herru, eiga að fara að slóta þessu hugur, eða? Já, það kona sé eitthvað að bíða eftir mér. Já. Bíða þegar ég koma heim á tuði. En þá er ég að spyrja samt í lokin. Ég held ég hef ekki spurt það að sögðu. Trúir á drauga? Nei, ég er ekki að spyrja því í þriðaskipti. Horfir konaðinn á... Hún getur hort á drasl, sko. Ég er að segja það. Það er ekki spurningin mín. Spurningin mín er, horfir hún á þættina okkar þegar þú er komin til mín? Nei. Hún hlustar ekki eins og tónlistina sem ég geri. Er þetta ekki að djóka? Ég er ekki að grínast. Finnst þetta bara glata það? Nei, þetta er bara ekki fyrir hana eins og norra. En hvað hlustar hún þá? Ég má spyrja því. Hún hlustar eiginlega bara á svona lofgjörð tónlist. Hvað sem svona? Svona guðstónlist. Aha. Já. Eitthvað svona gospel eða eitthvað? Nei, þetta er svona... Mér finnst það persónulega ekki skemmtileg tónlist. Eitthvað svona Christian rock? Já. Nú, ok. Það er alveg svona, það er tegundu tónlist. Já, það er tegundu tónlist. Þú veist ekki skemmtileg. Ég er samt, þú veist, Jesú er frelsari minn, sko. Ég meina, þú ert trúaður. Já, ég er trúaður, en það er samt, þú veist, mér finnst þetta bara, þú veist, ef þú ert að semja tónlist fyrir Guð, skilju, eins og ef ég ætlaði að semja tónlist fyrir Guð, akkurat að ringi mér núna, skellum á hana. Þú getur heyrt í neitt smástund. Við erum alveg búin. Já. Ef ég var að gera tónlist fyrir Guð, þá myndi ég gera eitthvað annað en svona drasl. Ég myndi, þú veist, leggja mig meira fram. En ok, nú, ég vissi þetta ekki, en þeir að semja sérstaklega fyrir Guð? Já. Er það? Já. Ég vissi það ekki. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Það er eitthvað svona. Þetta er samt eina góða lagið hana. Eða þú veist, eitt aðeins, sko. Ok, þannig hún ekkert að horfa á þetta, hún veit ekkert hvað við erum að tala um. Við erum að tala um hana. Ef við erum svona að tala um hana núna, þá hann eftir að segja. Herðu, slútum þessu bara. Þetta var ógeðslega skemmtilegt. Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig. Í þriðja skipti. Já. Ég er spenntur eftir 4.